umhverfis jörðina, gengu nú hröðum skrefum götur Kalkútta ásamt indversku stúlkunni Aotu. Þau voru á leið til hafnarinnar til að ná skipi til Hong Kong. Í Hong Kong yrði Aota loks óhult fyrir furstanum af bóndikúnd og mönnum hans, en gamli furstinn hafði ætlað sér að giftast Aotu. Skyndilega sáu þau 2 verði koma út úr hliðagötu. Í sömu andrá fór maður með burðarkerru framhjá og Fogg hrópaði: "Stökkvið upp í hana!" Og þau hin lét ekki segja sér það tvisvar. Til hafnarinnar eins hratt og þú kemst, sagði Passepartout við burðarmanninn. Og maðurinn hljóp eins hratt og hann gat. En þau áttu örskammt eftir til hafnarinnar, urðu þau fyrir því óhappi að kerran valt í krappri beygju. Ferðataskan lenti á veggnum og peningaseðlarnir flugu í allar áttir. Passepartout ætlaði að tína saman seðlana, en Fogg skipaði honum að láta það vera. "Peningarnir verða okkur til bjargar", sagði hann og hjálpaði Aotu á fætur. Verðirnir sem voru fast á hæla þeim gleymdu nú flóttamönnunum og fóru í þessi stað að eltast við peningaseðlana. Þegar þau voru komin borð, tók Passepartout 100 punda seðil upp úr vasa sínum og sagði: "Þetta aðleigan okkar." "Við skulum ekki sýta það", sagði herra Fogg. Svo tók hann seðilinn og gekk til spilasalarins. "Ég legg 100 pund á númer 16", sagði herra Fogg við fíahirðin við spilaborðið. Passepartout og Aota fylgdust frá sér numin með kúlunni. Loks stöðvaðist hún á númer 16. Passepartout trúði varla sínum eigin augum. "Þetta ætti að nægja okkur", sagði herra Fogg hann tók við vinningnum, 8.000 pundum. "Farðu með peningana til klefu okkar", sagði hann svo við þjón sinn, Passepartout. "Mér ekkert kærara", sagði Passepartout glaður. Svo yfirgaf hann spilasalinn með alla peningana. Herra Fogg og Aota gengu upp á þilfærið til að njóta sólsetursins. Næsti viðkomustaður skipsins var Singapore og þremenningarnir notuðu tækifæri til að skoða borgina. Síðdegi sólin sendi brennandi geisla sína yfir göturnar og fáir voru á ferli. Þau sneru aftur til skipsins létt í lund, en þar biðu þeirra váleg tíðindi. Skipstjórinn hafði ákveðið að skipið hefði vikudvöl í Singapore vegna vélabilunar. "Svo lengi getum við ekki beðið", sagði herra Fogg og leit í kringum sig. Aðeins einn bátur var í höfn og hann var varla stærri en skel. Passepartout grunaði strax hvað húsbóndans hafði í hyggju. "Hjálpi mér allir heilagir", sagði hann angistafullur. "Við komumst aldrei yfir Kína á svona lítilli skel." "Ég kem ekki auga á neitt stærri bát", sagði herra Fogg, "svo að við kaupum þennan." Skömmu síðar sigldu þau af stað til Hong Kong og byrjaðist vel. "Vonandi helst þetta góða veður", sagði Passepartout. "Mér líst illa á það", sagði Aota kvíðafull og virti fyrir sér skýin á himninum. Skyndilega hvessti og stór alda reiði við bátinn. "Haldið ykkur fast", hrópaði Passepartout. Vindurinn æddi en ferðalangarnir voru ekki alveg heillum horfnir. Næsta alda skolaði bátnum á land á lítilli eyju. En þar brotnaði hann líka í spón. Passepartout skreið fyrstur úr flakinu og það fyrsta sem hann sá var skrautbúinn höfðingi. Góðan daginn", stamaði Passepartout. Höfðinginn hneigði sig. "Allra vingjarlegasti maður", sagði herra Fogg við Aotu og hjálpaði henni á fætur. Hún talaði við höfðingjan á indverskri mállýsku
og sagði honum að félagar hennar hefðu bjargað henn úr klónum á fustanum af Bundekund. Höfðinginn hrósaði þeim fyrir hugprýðina og hann heyrði að herra Fogg og Passepartout yrði að flýta för sinni, benti hann á bát á ströndinni. Engin gjöf gæti verið okkur kærkomnari, sagði herra Fogg. Þeir Passepartout athuguðu flegið nánar. Nú hafði veðrið lægt og höfðinginn hjálpaði þeim að ýta úr vör. Og þannig héldu þau áfram til Hong Kong. Báturinn reyndist fyrirmyndar farkostur. Herra Fogg leit hugsandi upp frá sjókortinu. Þetta svæði er frægt sjóræningjabæli. Sjáið þarna, hrópaði Passepartout skyndilega og benti á kistil sem flaut í áttina til þeirra. kannski hann fullur af dýrgripum. Þau drógu kistilinn borð. En þeim til mikilla vonbrigða var ekki annað í honum en gömul föt, svartur leppur og sjóræningjafáni. Hvað gagn nú að þessu? Spurði Passepartout. Í sömu andrá kom Aota auga á skip í vestri. Þetta er sjóræningjaskip, hrópaði hún. Þeir drepa okkur öll, stundi Passepartout. Við komumst aldrei aftur heim til Englands. Herra Fogg setti leppinn fyrir annað augað og sagði: Við klæðum okkur eins og sjóræningja og drögum sjóræningjafánan að húnni. Þá gera þeir okkur ekkert mein. Sjóræningjar óttast ekkert meir en aðra sjóræningja. Nú var farið að skyggja og þokan varð æ þéttari. Ég vona bara að við rekumst brátt á vita, sagði herra Fogg. Æ, heldurðu kannski að við séum rammvillt, stundi Passepartout. Í sömu andrá lýsti björt ljósrák upp dökkar öldurnar. Þetta er einmitt vitin sem ég beið eftir að sjá, sagði herra Fogg. Þau komust klakklaust yfir grynningarnar og lentu heilu á húfi í lítilli vík á eyjunni. Þau leituðu að kofa vitavarðarins, en hann hélt að þau væru sjóræningjar og ákvað að leiða þau í gildru. Hann heilsaði þeim glaðlega og vísaði þeim á tóma svínastíu. Passepartout fitjaði upp á nefið. Það er ómögulegt að sofa í svona mikill álykt, sagði hann. Ég er hræddur að þið eigið ekki annars úrkosti, sagði vitaverðurinn og skaut slagbrandi fyrir dyrnar. Ég hef aldrei fangað neina sjóræningja jafn auðveldlega og ykkur, bætti hann svo við sigri hrósandi. Við erum ekki sjóræningjar, sagði Passepartout og skók og hristi hurðina. En vitaverðurinn heyrði ekki til hans, enda hefði hann heldur ekki trúað honum. Herra Fogg tók leppinn frá auganu. Það var heimskulegt af okkur að kasta ekki gervinu. Auðvitað trúir enginn að fólk í svona görmum séu heiðarlegir ferðamenn. Fyrirgefðu mér Aota. Ég hefði líka átt að muna eftir þessu, sagði hún. Þau reyndu að koma sér sem best fyrir í kofanum og biðu svo bjartari tíma.